Já, ég heiti Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir og hjúkrunarfræðingur í grunninn, útskrifast 1986. Það nú svona kannski að mörguleyti svolítið djúpstæðar ástæður fyrir því ég fór í hjúkrun á sínum tíma. Og þannig var að ég var 5 ára að þá lá ég lengi á Barnaspítala Hringsins í nokkra mánuði. Og ég held að þar hafi svona ákvörðunin verið tekin í undirmeðvitundinni ég myndi helga mig heilbrigðiskerfinu. Þá var náttúrulega tíminn svolítið öðruvísi og þá voru mjög takmarkaðar heimsóknir og foreldrar mínir fengu að heimsækja mig bara mjög takmarkað og annað í einu og ég mátti til dæmis aldrei hitta systur mína. Og við fengum einu sinni að sjást í gegnum gler og öllum þessu tíma og ég man mjög vel eftir hvað það var tilfinningaþrungið. Ég held að þarna hafi í rauninni ákvörðunin mín verið tekin að helga mig kerfinu. Síðan fer ég í hjúkrunarfræði og það hefur kannski það lá aldrei fyrir ég myndi fara í stjórnun en það gerðist og síðan hef ég verið stjórnandi í heilbrigðiskerfinu í 25 ár, bara í mismunandi stöðum og mismunandi stað og farið í gegnum mjög miklar breytingar í gegnum kerfið, sameiningar, sjúkrahúsanna og svo framvegis. Og það kannski alltaf í stjórnunni það þannig að þú ert að vinna með fólki, þú ert að vinna í teymi og þú ert að finna fólk sem að getur vaxið með verkefnum. Og það að fólk vaxið með verkefnum, það hefur oftar en ekki verið þannig að þú biður fólk að taka að sér ákveðna verkefni sem það í raun og veru hélt að það gæti ekki tekið að sér og myndi aldrei geta gert. Og það svo mikið gleði og það svo mikið orka sem verður til þegar fólk vex með verkefnunum sinum. Þegar maður fer í ákveðin verkefni þá kannski snýst þetta það að hafa mjög skýra sýn, vita nákvæmlega hvernig útkoman á að vera en ferðalagið þangað getur verið allavega. Í stjórnunum þá snýst þetta alltaf það að þú þarft að hafa ákveða trú á sjálfu þér og þú ert að hafa trú á verkefninu. Þú þarft að leggja mikið á þig til að draga vagnin, það gerist ekkert að sjálfu sér, það algjörlega á hreinu og síðan með góðu teymi með þér, síðan eftir ákveðin tíma þá fer bara vagnin sjálfur að renna. Lykilatriði árangri að hlusta á fólk og reyna að skilja það sem fólk að segja og spyrja þannig spurninga til þess að ná betri og dýpri skilningi vegna þess að þannig byggir upp traust. Og traust í raun og veru algjör grunnur í öllu starfi, hvort sem þú ert stjórnandi eða í hverju sem að þú þarft að skilja, þú þarft að fólk þarf að treysta þér og þannig getur þið tekið ákvarðanir. Stundum það þannig að þú þarft svolítið kalt höfuð og heitt hjarta til að taka ákvarðan. Í mínar ráðleggingar til annara kvenna að bara hafa trú á sjálfum sér og fara svona eins langt og þú treystir þér hverju sinni og fara alltaf einu skrefinu aðeins lengra. Þú vext með verkefnum, taktu að þér verkefni, þú skalt sækjast eftir þeim og ef að þú hefur eitthvað til málan að leggja ekki sitja á hliðarlínunni. Ég held að mínar sterkustu fyrirmyndir það fólk sem hafði trú á mér. Það mínar sterkustu fyrirmyndir og ég vona að ég sé líka sterk fyrirmynd fyrir aðra og hafa trú á þeim til að fólk geri það sem það getur vel gert og kann að gera. Og vera heiðarlegur, segja hlutina kannski bara eins og þeir eru, ekki fara alltaf í kringu hlutina til þess að reyna að segja hlutina með einhverjum hætti sem gætir síðan hugsanlega bara misskilist. Hvernig ég upplifi það að fá verðlaunin mjög sterk. Mér finnst þetta vera ótrúlega viðurkenning á þeim störfum sem að maður hefur gegnt í gegnum tíðina og í rauninni kannski gerði ég mér ekki grein fyrir því að fólk veitti því einhverja sérstaka athygli. En mér þykir mjög vænt við það og mér finnst þetta líka hvatning fyrir aðra konur.